Hátt í 100.000 manns hafa þurft að flýja skógarelda sem geisað hafa í suðurhluta Evrópu síðustu daga. Spænsk yfirvöld lýstu yfir neyðarástandi vegna elda nærri höfuðborginni Madrid. Landeigendur á Héraði skora á sveitarstjórn Múlaþings að hafna áformum vindmyllur við Lagarfossvirkjun. Virkjunaráformin hafa verið í skipulagsferli hátt í áratug en þurfa nú að fara í gegnum rammaáætlun. Íbúar á Hvammstanga leggja heila viku undir bæjarhátíðina Eldur í Húnaþingi. Hún á 5.000 gestum þangað helgina. Ég held að fólk sé bara svolítið að uppgötva Hvammstanga. Íbúafjöldinn á Hellisandi margfaldast á almyrkvahátíð í ágúst. Upphaflega átti að halda hana á Spáni. Skipuleggjendur vonast til að Íslendingar bætist í hóp fjölda Bandaríkjamanna sem hafa boðað komu sína. Gott kvöld. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir vegna skógarelda sem geisað hafa nálægt Madrid, höfuðborg Spánar, síðustu daga. Á vesturströnd Frakklands hafa tugir þúsunda þurft að flýja vegna skógarelda nálægt Bordeaux. Það var bíl við bíl á leiðinni frá Cap Ferret nesinu á vesturströnd Frakklands í dag. Það var búið að skipa heimamönnum og ferðafólki að yfirgefa svæðið. Nálægt þar sem að slökkviliðsmenn hafa verið að berjast við Gironde skógareldina rétt vestur af Bordeaux. Le feu, moi je suis d'ici moi. Ça me donne la chair de poule, c'est horrible ce qui se passe quand même. Le feu est derrière et côté océan là. C'est pour ça qu'ils évacuent la presqu'île, c'est parce que là c'est en train de monter vraiment côté océan par la forêt quoi. Et ils rigolent pas là, les CRS ils sont là, ils tapent à tout. Voilà. Je me fais, oui, je m'en vais. 40.000 manns hafa yfirgefið Cap Ferret. Stjórnvöld þar segja að meira en 50 íbúðarhús séu brunnin til kaldra kola og slökkviliðsmenn hafa átt í miklum erfiðleikum með að ná stjórn á Gironde eldunum. Rétt fyrir sunnan Bordeaux einnig verið að berjast við skógarelda þar sem á þriðja tug þúsunda hafa þurft að yfirgefa sínar vistaverur. Staðan einnig slæm í kringum Madrid, höfuðborg Spánar. Þar hafa stjórnvöld lýst yfir neyðarástandi vegna illviðráðanlegra skógarelda vestur af borginni. Annars staðar í Evrópu, þar á meðal á Ítalíu, einnig verið að berjast við skógarelda eftir hitabylgjur síðustu vikna á meginlandinu. Ný gögn sýna að tíðni skógarelda í suðvestur Evrópu hefur aukist verulega frá því í fyrra, mest í Portúgal og á Spáni. Í Gironde heldur barátta slökkviliðsmanna áfram, þótt hún virki á stundum vonlaus. Ça nous rend triste. On se sent impuissant. On fait tout pour, mais c'est très triste. Voilà. Après, les flammes sont fortes, quoi. Elles sont chaudes, c'est ça? Les flammes sont chaudes, les fumées sont chaudes, l'air ambiant est chaud, il est virulent, il arrive vite, il y a du vent. Il n'y a rien qui est fait pour que ça soit facile, quoi. Okay. Voilà. Encore une longue nuit, quoi. Encore une très longue nuit. Bon courage. Merci beaucoup. Áform orkusölunar að reisa 2 vindmyllur við Lagarfossvirkjun á Héraði hafa vakið úlfúð í nærsamfélaginu. Heimastjórn leggst gegn framkvæmdinni og bændur skora á sveitarfélagið að synja henni leyfi. Orkusalan vill reisa 2 vindmyllur við Lagarfossvirkjun á Héraði, allt að 160 metra á hæð. Umsagnarfrestur við mat á umhverfisáhrifum rann út fyrir helgi. Landeigendur í grennd við fyrirhugaðar vindmyllur safna nú undirskriftum til að hvetja Múlaþing til að hafna áformum orkusölunar. Ég er tilbúin með skýra afstöðu þeirra sem búa á nærsamfélagsins þegar að Múlaþing fyrir að taka þetta til sín. Í fyrstu hafði orkusalan hug að því að reisa vindmyllur á Héraðsandi, en Fljótsdalshérað féllst ekki á þau áform. Sveitarfélagið sameinaðist síðar 3 öðrum í Múlaþing. Þá lagði orkusalan til að reisa myllurnar á iðnaðarlóð fyrirtækisins þar sem Lagarfossvirkjun var fyrir. Þegar þetta var skilgreint sem iðnaðarsvæði á skipulagi þá hafi þeir ekki eins mikla skyldur gagnvart umhverfinu sem náttúrulega mjög sérstakt þegar að þetta sé litla frímerki sem Lagarfossvirkjun skuli vera í miðri náttúru og miðri landbúnaðarsvæði og geta bara virt gert hvað sem
Lagarfossvirkjun í Hróarstungu á Héraði, norður af Egilsstöðum. Þar hefur verið virkjun síðan 1974. Hún var stækkuð 2007. Síðustu 6 ár hefur Orkusalan kannað möguleika á því að reisa á lóðinni 2 vindmyllur sem gætu framleitt alltaf 9,9 megavött í viðbót. Virkjanir undir 10 megavöttum þurfa alla jafna ekki að fara í gegnum rammaáætlun. Árið 2022 ákvað Skipulagsstofnun engu að síður að breyta þyrfti aðalskipulagi og að framkvæmdin þyrfti að fara í umhverfismat. Það kannski svolítið hola þarna í regluverkinu að þetta fari svona í gegn án þess að fari í gegnum öll skipulagsstig. Í sumar var lögum rammaáætlun breytt svo vindorkumannvirki yfir 30 metrum þurfa öll að fara í gegnum rammaáætlun. Orkusalan telur líklegt að vindmyllu áformin á Héraði séu þar með talin. Í skriflegu svari við spurningum Fréttastofu bendir Heiða Halldórsdóttir, forstjóri Orkusölunar, á að í tengslum við verkefnið hafi verið framkvæmdar umfangsmiklar rannsóknir, meðal annars á áhrifum á fuglalíf, gróður, landslag og ásýnd, hljóðvist, útivist og ferðamennsku. Ég sé að heimastjórn leggst gegn framkvæmdunum og ég hefði viljað sjá að sveitarfélagið myndi líka leita skoðunar okkar í dreifbýlinu. Í umsögn heimastjórnar Fljótsdalshéraðs er bent á að vindmyllurnar geti haft neikvæð sjónræn áhrif og áhrif á hljóðvist. Þá skorti ítarlegri upplýsingar fyrirhugaða flutningsleið og beint samráð við íbúa og hagsmunaaðila. Heiða segir sveitarstjórn Múlaþings hafa verið vel upplýsta verkefnið og samskipti hafi verið góð. Þetta er náttúrulega ábæra ekkert heima í byggð, hvort sem að búi fáir þar eða margir. Helga býr á Kirkjubæ sem í rúmra 2 kílómetra fjarlægð frá Lagarfossvirkjun. Í aðalskipulagi Múlaþings er landið í kringum iðnaðarlóð Orkusölunar mestmegnis skipulagt sem landbúnaðarland. Það bara liggur alveg ljóst fyrir okkur, finnst þetta alveg rauninni galið. Að láta sér þetta í huga, setja þetta hérna bara onni landbúnaðarland hérna sem á að vera, fá að njóta þess að vera það sem það er. Ekra er tæpum 2 kílómetrum frá Lagarfossvirkjun. Á Ekru er selt gisting fyrir ferðamenn, meðal annars í sumarbústöðum 0,5 kílómetra frá virkjuninni. Það næði og þá svo friður og svo náttúru umgjörð sem á að vera í kringum mín hús sé bara einskis virði þegar að peningar eru annars vegar. 1 mánuður er liðinn frá einum mestu hamförum í sögu Venezuela. Þann 24. júní urðu 2 jarðskjálftar með skömmu millibili sem urðu til þess að 100 húsa hrundu til grunna. Yfir 5.000 manns létu lífið og tugþúsunda er enn saknað. Talið er að tæplega 20.000 séu heimilislaus. Maður sem misti bæði börn og barnabörn í skjálftunum hefur leitað þeirra á hverjum degi í heilan mánuð. Pensábamos que podían estar todavía con vida, pero ya un mes de esto, pues no creo. Tiene que ser un milagro de Dios. Lloro y de verdad que no sé, no es muy difícil llevarlo porque es algo que no se espera y no. Talið er að tjón vegna skjálftanna 2 í Venezuela nemi 20 milljörðum bandaríkjadala. Kostnaður við uppbyggingu yrði líklega hátt í 50 milljarðar sem tæki langan tíma að greiða, sér í lagi eftir að Venezuela misti stóran hluta olíutekna sinna þegar eftir að bandaríkjaher handtók Nicolás Maduro forseta í byrjun árs. Hablamos en comparación a las exportaciones petroleras, podemos estar hablando de 2 años completos de exportaciones petroleras. Si todavía el petróleo se mantiene o las exportaciones petroleras se mantienen en torno a los 800, 900 mil barriles. Aquí hay otro problema que es que Venezuela ha perdido toda independencia. Venezuela es prácticamente un protectorado estadounidense y todo el dinero de la exportación petrolera va a un fondo en Estados Unidos. Það erfitt að vita ekki hvort gestirnir verði 3.000 eða 30.000, segir bæjarstjórinn í Snæfellsbæ. Skipuleggjendur Almyrkvahátíðar á Hellisandi vonast til að Íslendingar bætist í hóp þeirra fjölmörgu bandarísku gesta sem hafa boðað komu sína. We have an incredible group of people coming from all over the world. So far 75 countries will be represented here in Snæfellsnes. Astronauts, scientists, researchers, artists, musicians, and eclipse chasers from all over the world coming to see the eclipse. Það ljóst að hér á Hellisandi þar sem búa 400 íbúar verður talsvert breytt sviðsmynd dagana í kringum Almyrkvann þegar að þúsundir gesta mæta á staðinn. Bærinn á öðrum endanum við að undirbúa Almyrkvahátíðina eða Eclipse Festival sem verður haldinn dagana 11. til 15. ágúst.
Bandaríska fyrirtækið IMXP stendur fyrir hátíðinni í samstarfi við íslenska teymið sem stóð að Secret Solstice hátíðinni í júní 2019. IMXP eldir uppi almyrkva og hefur haldið almyrkva hátíðir áður í Texas og Oregon. Mikið verður að vera alla hátíðardagana og fjölmargt tónlistafólk leggur sitt að mörkum bæði íslenskt og erlent. Vísindamenn og geimfarar verða einnig á staðnum. Búið að selja 3000 miða á hátíðina og flestir gestir eru frá Bandaríkjunum. Hámarksfjöldi gesta á hátíðasvæðinu 3333 og Mitts segist vona að Íslendingar bætist í hóp hátíðargesta. Það náttúrulega verður alveg óbúslega mikið að gera hjá okkur. Við gerum okkur alveg grein fyrir því og mun reyna svolítið á innviðar í svona litlum samfélögum. Þannig að við munum til dæmis eins og sundlaugin hjá okkur, þar munum við vera með opið eldsnemma á morgnana og fram að miðnætti. Við munum vera með íþróttahúsi þar sem fólk getur komist í sturtu og fleira og fleira. Þannig við erum að reyna og svo náttúrulega allir þjónustuaðilar sem að byrgja sig upp. En með svona hátíð eins og þessa, þá ég að tala almyrkvan, þá veist ekkert hvort það kemur 1 eða 10.000 eða 5.000 eða 30.000. Kristinn segir að allt gistipláss í bænum sé uppbókað en laust sé á tjaldstæðinu og þar gildir lögmálið fyrstur kemur, fyrstur fær. Það borgi sig því að mæta snemma á staðinn. Gestir almyrkvahátíðarinnar þurfa þó engu að kvíða því þeim hefur öllum verið tryggt gistipláss. So we have a wide range of accommodations, most of them on site, from bring your own tent to we have a lot of glamping options, RVs, caravans, campers, and we've used some local homes for our guests. Upphaflega hugmyndin var að halda hátíðina á Spáni þar sem almyrkvinn verður einnig sjáanlegur. But after coming here, I really fell in love with the magic of Iceland and Snæfellsnes in particular. I couldn't think of a better place to be able to see the eclipse. And as you can see, the beautiful Snæfellsjökull in the background. I think it's going to be incredible when totality happens. Spænska ríkisstjórnin ætlar að banna reykingar á baðströndum og útisvæðum veitinga- og kaffihúsa. Frumvarp þess efnis var samþykkt í spænska þinginu í vikunni. Ef það verður að lögum þrengt mjög að reykingafólki og því bannað að reykja við opinberar byggingar og miklar hömlur settar á notkun nikótínpúða og rafsígaretta, hvort sem þau innihalda nikótín eða ekki. Þá verður ungmennum bannað að reykja en ekki aðeins að kaupa sígarettur eins og nú og sektargreiðslur til foreldra háar ef ungmenni verða uppvís að reykingum. Y los niños lo consiguen sin problema, en plan no es difícil. Aunque se supone que no se pueda vender, sí lo consiguen. Los menores nada, ni fumar, ni beber, ni nada. No, a mí me parece fenomenal que no puedan ni fumar ni comprar. A mí me parece maravilloso que no se pueda fumar en las terrazas, la verdad. Yo no soy fumadora, me molesta cuando la gente fuma. Entonces, si quieres fumar, desplázate un poquito fuera de la mesa donde estoy comiendo, así que me parece bien. El café que me tomaba aquí ya no me lo voy a tomar. Y como yo, los de atrás, y los que vienen detrás, y los que vienen detrás. El café está sobre todo más es el comercio, a los bares, restaurantes y todo eso. Mistur hefur legið yfir höfuðborgarsvæðinu síðan í gær og líklega það reykjarmistur frá skógareldum í Kanada og himinninn fær á sig hvít-gulan lit. Suðvestanátt hefur verið ríkjandi síðustu daga sem hefur borið fínt svifryk með sér yfir hafið frá Norður-Ameríku. 100 skógarelda hafa logað í Kanada á síðustu dögum og vikum og í það minnsta 28.000 ferkílómetra lands hafa brunnið, rúmur fjórðungur af flatarmáli Íslands. Theodór, það var búið að spá sól og blíðu hérna á höfuðborgarsvæðinu en við fengum þetta mistur í staðinn. Hvernig lítur þetta út á höfuðborgarsvæðinu? Já, þetta var nú svona, fórum aðeins í skrúna spáin í dag, sko. Þetta var líka meiri rakís og vannmat í spánum í gær því að það myndaðist úrkomubakki hér vestur af sem að fara yfir. En það að fara að létta til því að hérna bara á næstu klukkustundum. Og á morgun og sem á helgina þá verður hér norðlega átt og bjart veður á sunnan og vestanverðu landinu eins og þetta kort sem ég hér með sýnir. Og þessi norðanátt, hún verður í rauninni bara svona dálítið ríkjandi hjá okkur fram eftir næstu vik og jafnvel fram í Vesturlandi. Þú segir Suður- og Vesturlandi, hvar verður besta veðrið helgina? Ég myndi segja að það verður klárlega á Suður- og Suðausturlandi. Það getur við væntanlega fengið hita allan svona nærri 20 stigum og bara fínt veður svona almennt séð á bæði sunnan og vestanverðu landinu. Það er kannski
Síðra fyrir norðan það verður nú meira skýjað heldur en allan hefur verið undanfarið sem á Austurlandi en það er svo sem ekki mikil úrkoma í þessu ef við horfum svona vikunni í heild á þeim slóðum. Fyrst og fremst að svona verður lægri hiti heldur en það hafa fengið að upplifa. Við erum kannski ekki farin að sjá mikið varðandi verslunarmannahelgina en hvernig lítur þetta út? Eins og hún lítur út núna þá erum við að tala norðanátt á landinu og bjart veður á sunnan og vestanverðu landinu en skýjað fyrir norðan og vestan. En þetta náttúrulega ennþá nokkri dagar í þetta. Það getur ennþá breyst. Við höfum marga daga til þess að endurskoða þetta. Já. Takk fyrir þetta. Fjölskyldu- og bæjarhátíðin Eldur í Húnaþingi hófst á mánudaginn og stendur fram á sunnudag. Það von á 5.000 gestum á Hvammstanga en hátíðinni hefur vaxið fiskur hrygg undanfarin ár. Það hefur verið hver stórviðburður á fætur öðrum hér á Norðurlandi vestra. Það byrjaði allt á landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal, Húnavöku á Blönduósi og nú það Eldur í Húnaþingi hér á Hvammstanga. 7 daga hátíð, sumir finnst þetta mikið en flestir svona taka þátt í bara öllu og mikil spenna og tilhlökkun bara út allt. Fjölskyldu- og bæjarhátíðin hófst á mánudaginn þó að formleg setningarathöfn hefði farið fram í gær þar sem að gestum var boðið upp á kjötsúpu. Fjölbreytt dagskrá alla dagana og bærinn vel skreyttur. Að sögn viðburðarstjóra hátíðarinnar var markmiðið að hafa frítt á sem flesta viðburði. Hátíðin bara fjölskylduhátíð og bara við reynum að stimpla inn á að komast til móts við alla og bjóða öllum upp á sem flest, bæði eldri borgurum og yngstu kynslófinni og við erum bara fyrir alla fjölskylduna. Byrjar á mánudegi og líkur á sunnudegi. FIFA-mót, barnareið, brúðubíllinn og frisbeegolf eitthvað sem íbúar og gestir Hvammstanga geta kíkt á, þá sérstaklega yngri kynslóðin. Fyrir eldri kynslóðina ýmislegt annað í boði. Já, eins og við erum með perlur og vín, þar sem fólk kemur og perlar perlur og drekkur rauðvín og við erum með bjórujóga og pílukast og alls konar viðburðir sem henta öllum bara. Undanfarin ár hefur hátíðin vaxið ört, von á 5.000 gestum til Hvammstanga. Það gott sem uppselt í alla gistingu í bænum og á tónleikana sem fara fram í félagsheimilinu. Ég held að fólk sé bara svolítið að uppgöta Hvammstanga. Við erum ekkert lengra frá þetta og þetta ekkert verri en eitthvað annað. Þetta bara æðislegt og allir taka vel á móti og hérna allt til alls. Mitt á milli Akureyrar og Reykjavíkur. Já, bara bókstaflega. Framtak ungrar konu á Eyrarbakka hefur vakið athygli en hún var að gefa út sína eigin ljóðabók í þeim tilgangi að safna fyrir námi í íþróttalýðháskóla í Danmörku. Birgitta Óskar, 23 ára eyrbergingur, fædd og uppalin á staðnum. Birgitta var að gefa út sína fyrstu ljóðabók með 18 ljóðum eftir sjálfan sig en bókin heitir Þegar allt kyrrt. Eftir sumari flyttu Birgitta til Danmerkur þar sem hún mun hefja nám í íþróttalýðháskóla. Bókin því líka hluti af fjáröflun fyrir þetta nýja ævintýri hennar. Ég var búin að vera að skrifa rosalega lengi og hef verið að safna þeim saman en svo fór ég í FSU og kláraði þá hestabrautina og stúdentsbrautina og hluta náttúrufræðabrautinni. Og þá vantaði mig eitthvað að gera þannig að ég fór að skrifa. En þá endaði ég með því að fara í sjúkraliðanám og kláraði þá sjúkraliðan. Þannig að það var svolítið mikið að gera. Og ljóðin í bókinni 18 eru öll frumsamin. Og ástæðan fyrir því að ég byrjaði að skrifa þessa bók var til þess að tjá tilfinningarna mínar og hvernig ég var að upplifa lífið og hvernig mér leið. Þú ert að fá miklar og góðar viðtökur. Já, fólk búið að vera að sýna bókina áhuga og sérstaklega ættingjar og allir eru svona mjög tilbúinir að styrkja mig og styðja og svona. Þannig að það bara gaman að því. Birgitta býr hjá foreldrum sínum og hefur aðstofað móður sína en hún glímir við hrörnunarsjúkdóm. Hún stendur sig alveg ótrúlega vel í lífinu, bara öll í lífinu og gefa þessa ljóðbók út, það bara, já, sýning hvað hún ótrúlega flott stelpa. Svo margt hefur breyst, tíminn gengur hraða nú, en stundum þegar kvöldir verður rólegt og minningar læðast fram, heyri ég enn rödd móður minnar óma mjúklega á veggjónum og ég velti fyrir mér hvort einhver mun einn daginn liggja við hlið mér í myrkrinu og hlusta á sögurnar sem ég á eftir að segja. Og eftir þennan ljóðalestur skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins. Það skýrist í kvöld hvaða lið verður fyrsta liðið til að tryggja sér sæti í bikarúrslitum kvenna í fótbolta. Þróttur og IBVF eigast við í undanúrslitunum í kvöld. Meistaramót Íslands í frjálsíþróttum hófst í Breiðholti í dag. Mikið af fremsta frjálsíþróttafólki landsins á meðal keppenda.
Jürgen Klopp formlega tekinn við þýska karlalandsliðinu í fótbolta. Hann segir landsliðsþjálfarastarfið hápunkt ferilsins. Þetta á fleira til í íþróttafréttum eftir smá. Þá ekkert eftir nema að fara yfir það sem var helst í fréttatímanum. Hátt í 100.000 manns hafa þurft að flýja skógarelda sem geisað hafa í suðurhluta Evrópu síðustu daga. Spænsk yfirvöld lýstu yfir neyðarástandi vegna elda nærri höfuðborginni Madrid. Landeigendur á Héraði skora á sveitarstjórn Múlaþings að hafna áformum vindmyllur við Lagarfossvirkjun. Virkjunaráformin hafa verið í skipulagsferli hátt í áratug en þurfa nú að fara í gegnum rammaáætlun. Íbúar á Hvammstanga leggja heila viku undir bæjarhátíðina Eldur í Húnaþingi og hún á 5.000 gestum þangað helgina. Íbúafjöldin á Hellisandi margfaldast á almyrkvahátíð í ágúst. Upphaflega átti að halda hana á Spáni. Skipuleggjendur vonast til að Íslendingar bætist í hóp fjölda Bandaríkjamanna sem hafa boðað komu sína. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Allar nýjustu fréttir birtast á ruv.is allan sólarhringinn og næsti fréttatími í útvarpi klukkan 10 í kvöld. En við þökkum ykkur fyrir samfylgdina og kannski rétt að benda á að það alltaf hægt að senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Þá ætlum við að þakka ykkur fyrir samfylgdina það sem af þessum degi og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Tímaflakkið, Arleið Dragós. Danskir spennuþættir fyrir alla fjölskylduna. Rómeó og Holly fara með tímavél aftur til miðalda. Þar hitta þau ungan aðalsmann sem forfæðir Hollyar. Þau flækjast í örlagaríka atburðarás sem gæti kosta þau lífið. Dýrin mín stór og smá. Bresk þáttaröð dýralæknastofu í Yorkshire á 4. áratugnum. Þættirnir eru byggðir á bókum eftir Alf White sem skrifaði undir nafninu James Herriot. Ávallt nærri, Nowhere Special. Sannsöguleg bresk kvikmynd einstæðan föður sem greinist með krabbamein og á aðeins nokkra mánuði eftir ólifaða. Hann hefst handa við að finna góða fjölskyldu handa 3 ára syni sínum til að tryggja honum örugga framtíð. Páll Óskar 50 ára. Upptaka frá 50 ára afmælistónleikum Páls Óskars í Háskólabíói í mars 2022. Á tónleikunum stígur Páll Óskar á svið ásamt 17 manna hljómsveit og flytur uppáhaldslögin sín. 16 ára strákur í Kópavogi fékk framtíðar byggingaland höfuborgarinnar í arf með umdeildri erfðaskrá. Erfingin var þá miðpunktur í lygilegum málaferlum. Hlustaðu á álögin á